Hæ og velkomin í dæmi 3. Nei, í dæmi 2. Dæmi Ok. 2. Það er búið að setja upp aldur og tíðni fyrir okkur sem er mjög næs. Við ætlum að summa tíðnin fyrst til að byrja með. Summa tíðnin fyrst til að byrja með. Ok. Svona. Þægilegt að vera búin með það. Ok, safntíðni. Hvernig gerum maður það, Kristján? Takk fyrir að leiða mér að gera eitthvað. Þá gerum við jafnt og. Getur ekki plúsa neitt með saman. Þannig við veljum bara fyrstu töluna. Gerum aftur hérna. Nei, 34. 34. Plús tala henni við rónan. Síðan eftir það getur við bara dreigð niður. Ok. Þá er bara 200. Easy peasy. Það ekki. Já. Hvað er þá hlutfallstíðni þannig? Já, ég skal sýna það. Þá gerum við jaft og við veljum tíðnin hérna, 21, og gerum deild með summan af tíðninni sem er 200. En við ætlum að muna eitt, Kristján, hvað ætlum við að muna? Fastagildið. Já, með dollaramerki. Hvað er það? Hvað er dollaramerki? Þetta er þarna. Hvað er það? Ok, svo gerum við svona og þá á að vera hægt að draga bara niður. Já. Af hverju svona auka reit hérna? Ok, allt í góð. Og sumum, og það er 100. Þá vitum við að þetta sé rétt. Ok. Síðan er safn hlutfallstíðni. Þá stendur bara hérna safn hlutfallstíðni er þá bara safntíðnin til með tíðnina, summan af tíðninni, og það er að muna svo að fastagildið af því með dollaramerki. Síðan eftir það getum við bara dregið niður. Þá er þetta komið. Svo þurfum við núna að reikna hérna hversu margir eru eldri en 20 ára. Já. Já. Þá gerum við hérna, veljum, sjáum hér, 20, 21, þannig við byrjum hér og gerum svona og ó nei, núna verð ég að fokka eitthvað upp. Ok, Ég er jafnt og SMX. Velur sum. ó, ok, smá. Það. Já. Já, alveg rétt. Smá hérna bull í mér, ok. Svo veljum við þessar tölur og ok, kannski. Já, ok. Hversu mörg prósent eru 23 ára eða yngri? Nú förum við bara aftur í SMX. Veljum sum. Og förum hérna í hlutfallstíðni og drögum alveg niður að 3%. Já, ok. Og því aldurinn stoppar á 23 hérna. Ok, það er geggjað. 70 og 90. Og síðan er miðgildi aldurs. Já, við þurfum svo að finna miðjuna á þessari töflu sem er Ég myndi að halda að hann verið 20. ok. Og svo er mjög þægilegt að gera svona
bara fyrir sjálf að segja muna hvar miðjuna er. Ok, svo fyrir við að gera súlurit og þá myndi ég halda að við myndum velja þetta hér. Getur það ekki alveg verið, Kristján? Ok, og insert. Samt ekki. Stendirna sýnir hún að hlutast inn í vönduðu 3D súluriti. Ok, það er mikilvægt að lesa hvað maður á að gera. Bara láta ykkur vita. Skil ekki. Ok. Og velur hlutasýni. Já. Nei, hérna uppi. Úps. Byrjar á hlutasýni. Það er niður. 100. Nei. Svona. Ok. Svo út því að við viljum fá aldurinn hérna niðri, þá getum við farið hingað, select data og valið hérna. Það var hann edit fyrst. Það var við edit. Það vantar 16. Hvað bull er það? Ég veit ekki, það færði einhvern veginn. Það er bull. Svo getur þetta. Svona. Það. Bara eitthvað villust mér. Svo fyrir þetta rifás. Veljum hann aðeins betra. Nú skýrða. Ok. Hérna uppi segjum bara. Fyrir svo aftur hérna upp. Veljum þetta. Aldur. Jesús, það kemur aldrei að. Flott. Og fyrir svo aftur hingað og skrifum tíðni. Svona. Þá er þetta bara komið. Takk fyrir.